Já, sportátturum ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og já, það komið tíma á að heyra núna í Inga Sigurðssyni, þjálfara IBVF í Pepsdeild karla. Komdu bless og sæll ekki? Já, sælir. Erðu til hamingju með flotta sigur helgina eða í gær? Takk fyrir það. Já, þeir komu mér eiginlega óvart að horfa á þennan leik í gær. Já, þeir voru virkilega vinnusamir eins og við höfum bara alltaf sagt að þurfa að vera til staðar ef að menn alltaf ná úrslitum. Og var virkilega bara gaman, sérstaklega fyrir áleik að fylgjast með liðinu. Og stemningin náttúrulega með ykkur allan leikinn? Já, það leið og fólk sá hvað framlag leikmanna var gott inn á vellinum að þá fylgir ýmislegt með og það var góð stemming á vellinum, það er alveg hárrétt. En hvernig, já, það var náttúrulega mikil hátíð þannig að ég gef líka, það var annar fótboltaleikur það ekki í hálfleik hjá okkur? Jú, því miður þá misti maður að þeim viðburði sem maður fór inn í hálfleik en virkilega flott framtak og þau hafa gert þetta líka í handboltanum og núna reyndu þau fyrir sig á fótboltavellinu líka, þessir einstaklingar, og þetta var bara allavega þeir sem að ég hef heyrt í sem að voru að horfa á, svo þetta hefur verið virkilega gaman. Já, þið vinnið þarna Fjölni í gær 4-0 og já, það verið allir leiki sem þið vinnið, þá fáið þið svo sannlega ekki mark á ykkur? Já, það hefur verið þannig í þessum leikjum, síðustu 3 heimaleikjum, 2 í deild og 1 í bikar. Okkur hefur tekist að verja mark á okkar það vel að við hefum ekki fengið mark á okkur og skorað mun meira í þeim leikjum heldur en kannski yfirleitt í suman en ég held að það sé fyrst og fremst bara ástæðan er hvað leikmenn eru tilbúnir í leikina. Þeir byrja leikina af það miklum krafti að þeir ná að setja andstæðingarna svona í erfið mál bara strax frá upphafi. Og það vita það allir sem hafa spilað fótbolta að mörk þau breyta leikjum og þegar þú nær 1 og jafnvel 2 og 3 svona fljótt þá hefur það heilmikið að segja. Og svo nú Gunnar Heiðar kominn heim, já, hann heldur betur opnað sér vel í fyrsta leiknum? Já, hann átti gríðarlega góða innkomu og sýndi það strax í fyrsta leik að hann er engan veginn dauður á öllum æfum og á eftir að reynast þessu liði gríðarlegur liðstyrkur og fyrir utan það náttúrulega það er frábært að fá hann heim og svo annar leikmaður hérna sem kom líka nýr inn, Spánverji sem við kallum Sító. Já. Ég var einmitt að velta fyrir mér á hvernig maður ætti að bera þetta nafn fram. Ég sagði bara eitthvað Jónsi Enrique. Það er viðurnefni Sító. Já. Og þeir ná alveg gríðarlega vel saman. Og þó þeir hafi bara verið búinir að taka ykkur 3 æfingar saman þá sást það strax að þeir finna hvort annan mjög vel og það skilaði sér í alveg þrælmörgum tækifærum í gær. En hvernig hefur annars svona stemningi verið fyrir fótboltanum í Vestmannum núna í sumar? Hún hefur bara verið alveg ágæt. Það er náttúrulega eðlilegt að þegar stigin eru fá að þá er stemmingin ekki eins góð. Og núna er svona liðið að taka alltaf betri og betri mynd á sig. Þannig að það er svona skila sér í því að fólk sér að liðið er að eflast og þá kemur enn meiri áhugi. Hvernig hefur við fundið svona Pepsi-deild karla þetta tímabil? Já, þetta er nú svona frekar jötn-deild má segja, það er ekki takt að segja til hvaða lið er að fara að vinna hvort annað. Já, mínum að þetta eru 4 lið þarna sem hafa verið og sterkari, allavega eru mun
svona jafnar í sínu leik heldur en önnur og það eru náttúrulega þau lið sem eru þarna í 4 efstu sætunum. IBVF hefur sýnt að það getur unnið hvaða lið sem í deildinni á góðum degi og það á það sama við önnur lið sem eru þarna fyrir neðan. Til dæmis bara eins og Skagamenn sem einu færri á móti Stjörnunni og ná að jafna leik þar á útivelli á móti Íslandsmeisturum. Það sýnir að það í rauninni allt mögulegt í þessari deild. En þetta snýst algjörlega það hvaða lið þess að detta hvað minnst niður yfir tímabilið. Það eðlilegt að lið eigi ykkur að leiki þar sem við ná ekki að spila á sinni bestu getu. Þannig að þessi lið sem eru þetta 4 efstu, KRF á Breiðablik og Valur, þeim hefur farnast best að halda jafnvægi í sínu leik, eða stöðuleika. Og en annars svo liðin þar fyrir neðan að þau eru, held ég svona að ströggla í því sama að það ekki komið nógu mikið stöðuleiki í leik þeirra. En framtíðin í Eyjum, hún björtu með náttúrulega þessa knattspyrnuakademíu og fleira sem þið eru að bjóða upp á þarna í Vestmannaeyjum? Já, það hefur heppnast mjög vel og verið vaxandi áhugi fyrir akademíunni með hverju árinu sem skila sér í miklu meiri fjölda virkendum þar. Nú, þetta var byrjað á framhaldsskólastiginu og svo hefur þetta farið í grunnskólastigi líka. Og ég held að það séu allir sem að koma að þessu akademíunni að séu sammála það að þetta að skila sér í fleiri einstaklingum sem eru að skila sér upp í efstu flokkana og leið náttúrulega meiri geta hjá hverjum og einum. En já, og svo ef ég svona rétt við sleppu kvennaliði, hefur þú eitthvað séð til þeirra í sumar? Já, ég hef séð nokkuð margar leiki með þeim og maður reynir að sjá sem mest að leikjum hjá stelpunum og þessum svona elstu flokkum. Þær eru náttúrulega mínum mati með alveg mjög góðan þjálfara sem Jan Jeffs og þó svo að þær séu ekki alveg búin að ná þessum títtnefnda stöðuleika í sinn leik að þá held ég að Jeffs sé á mjög góðri leið með þetta lið að við höfum eftir að sjá mögulega á næsta tíðanbili en meira frá liðinu og að þær muni láta kveða meira af sér á því tímabili. Það hefur svona vantat aldrei upp á að þær svona hafi haft fulla trú á verkefninu í kannski þeim leikjum sem að hefur kannski reynt hvað mest á. Þannig að ég held að það sé mjög spennandi tíma framöndan hjá þeim og auðvitað veldur þetta alltaf á því að ná að halda þeim kjarna sem til staðar. Þannig að það sé ekki verið að byggja upp og stóran hluta liðinu á hverju ári. Það nú það sem að kallaliðu hefur kannski þurft að eiga við síðustu ár að mikla breytingar á milli ára. En vonandi tekst okkur bæði í kallaliðinu og kvennaliðinu að ná þessu stöðuleika í leikmannahópin milli tíðanbila og leið og það næst að þá miklu meiri möguleiki á að ná ykkurum árangri. Þrátt fyrir allar breytingar og fleira á milli svona leikmannahópa ár eftir ár, þá nær samt IBVF alltaf að halda sér í deild þeirra bestu og vera með þeirra bestu í bæði handbolta og knattspyrnu. Já, það þetta náttúrulega tel ég bara töluvert mikið afrek að ná að ekki stærra bæjarfélag en Vestmannaeyjar rétt 4.300 manns að geta verið með meistaraflokka karla og kvenna í handbolta og fótbolta í efstu deild. Og eins og handboltinn hefur gengið að þeir eru náttúrulega búin að láta vel að sér kveða í Íslandsmeistarar og bikarmeistarar á síðustu 2 árum en þetta samt gríðarlega erfitt og eins og sér bara undan þann ár með kallaliði þá hefur við verið svona
það hefur verið að dala gengi liðsins og í fyrra var nú eiginlega svona varla hægt að fara, það var eiginlega eins nálægt í að falla eins og hægt var. Þannig að við ætlum okkur að spilna vel frá þessum botni núna og koma okkur í þá stöðu að geta fyrir að gera eitthvað meira svona á komandi árum. En það er samsamaður frábær árangur að ná að halda þessum meistaraflokkum í handbolta og fótbolta í efstu deild. Það er alveg harfið. Og þú þekkir það sem náttúrulega leikmaður að vera Íslands- og bikarmeistari með Eyjamönnum, eða ekki? Jú, það var svo heppinn að taka þátt í því á þeim tíma. Það er nú bara orðið svo langt síðan, það man enginn eftir því. En en það var óbáslega skemmtilegu tími og gaf bara bæjarlífinu og bæjarfélaginu heilmikið að vera í fremstu röð eins og sýnt sér líka í handboltanum. Þetta skiptir bæjarsálina alveg gríðarlega miklu máli að eiga íþróttafólk og svona íþróttalið í fremstu röð. Og maður vonast til þess að þeir sem eru núna að standi í þessu puði í fótboltanum allt árið yfir vetrartíman og allar þessar ferðir yfir vetramánuðina í undirbúningsleiki og slíkt, að þeir muni upplifa þá stemmingu vonandi fyrir en síðar að geta verið að berjast ykkur að titla og ná kannski, eða vonandi bara ná alla leið ykkur tíman. Hefur þú aldrei slitið frá fótboltanum í Eyjum? Já, svona það var eiginlega fyrst eftir að ég hætti að þá svona tók ég mér gott frí. En ég var nú fljótt komin inn í þetta aftur, maður fór að starfa með í barna- og unglingastarfinu og fór svo aftur í þjálfun eins og ég hafði gert þegar ég var yngri. Þannig að maður er búin að vera viðlóðandi þetta núna í ansi langan tíma og svo í síðastliði hausta þá ákvað ég að blanda verið inn í stjórnina hjá meistaraflokki karla og öðrum flokki og það er nú komið svoleiðis að nú er maður bara tímabundi með liði í höndunum sem þjálfari þannig að það má alveg segja það maður slítir sér ekki frá sig, en það er þetta bara óbúslega gaman og gefandi að geta eftir þann tíma sem maður var sjálfur í þessu og maður vissi hvað fólk var að leggja mikið á sig til þess að maður sjálfur og fleiri gæti verið inn á velli að sparka bolta og ná þeim árangri sem að náðist, því að það gerist ekki bara inn á vellinu, það þarf að skapa umgjörð til þess að manni langar bara að reyna að skila ykkur tilbaka til félagsins og leggja sitt að mörkum í að skapa mögulega aftur kringumstæður sem geta fleytt okkur aftur í efri hlutan í þessari baráttu. Og það er náttúrulega bara með Eyjamenn, einu sinni Eyjamaður, alltaf Eyjamaður, og þetta er alltaf sama stuðningsfólkið og gott betur en það. Já, það sést mjög vel þegar við spilum útileikina hvað taugin er sterk, brottfluttir Eyjamenn koma stórum hópum á útileikina og láta vel í sér heyra og það er nú bara einhvern veginn þannig að leið og IBF gengur vel að þá flykkist fólk á völlin sem að á ykkur að taugar til Eyja og það er eins og þú segir, einu sinni Eyjamaður, alltaf Eyjamaður. Já. Ingi Sigurðsson, þakkaði kærlega fyrir og við hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að mæta á næsta leik. Það er erfið leikur eftir, á sunnudaginn, eða ekki? Næsti leikur eða? Það er í Garðabænum og jú, ég bara tek undir með þér að hvetja stuðningsmenn Eyjaliðsins til þess að mæta vel í Garðabæn og við þurfum virkilega á öflugum stuðningi að halda og fara fjölgaðum stígunum sem við höfum fengið á útivelli. Nákvæmlega. Ingi Sigurðsson, þakka kærlega fyrir og endum með þess að áfram IBVF alltaf allstaðar, er ekki þannig sem þið segið þetta?
Herðu, það er áfram IBF alltaf og allstaðar. Það er hárrétt. Endum þetta á slór og skít. Herðu, það er gott. Bestu þakkir. Ok, blessa. Takk. Já, við heldum áfram í boltanum hér eftir smá stund.